Góðan daginn. Ekki bara fara að byrja þetta? Ég langar bara fyrst til þess að þakka ykkur kærlega fyrir komuna sem umfram alla væntingar hjá okkur en sýnir bara erum á ferðinni gott og stórt verkefni sem við ætlum að vinna að núna næstu árin. And as this meeting will be streamed on YouTube, I will say few words in English for the people who are following us on YouTube. This presentation will be in Icelandic though. There will be an English version at last, in the presentation will be slides in English for those of you who prefer that language. Otherwise, I will be addressing you in Icelandic. Ég heiti Einar Birkir og fer fyrir verkefnastofu Stafrænt Ísland inn í fjármálaráðuneytinu og það má segja að stafræn þjónusta og upplýsingatækni hafi fengið sérstakan fókus núna á síðustu árum og það svo að stafræn þjónusta orðin eitt af megin áhersluatriðum ríkisstjórnarinnar á þessu kjörtímabili. Og þess vegna samþykkti ríkisstjórnin núna í maí sérstakt átak í eflingu á stafrænni þjónustu sem að byggir á í raun og veru að koma þjónustu ríkisins fyrir stafrænt, gera hana sjálfvirkara og aðgengilegri fyrir bæði fólk og fyrirtæki. Og markmiðið að gera Ísland af einum af stafvætustu þjóðum og fremstum í flokki þegar það kemur af stafvæðingu. Það hefur auðvitað helling að gera líka með það að auka hagræðingu í ríkisfjármálum og ekki síst fyrir líka fólki í landinu. Að fólk þurfi ekki að fara á milli stofnana með þau eyðublöð sem þau geta prentað út á netinu eða fengið í bökkunum í stofnunum, heldur geti gert hlutina sjálfvirkt. Við ríkisstjórnarskiptin árið 2017-18 desember að þá var settur á fót hópur Stafrænt Ísland verkefnastofa innan fjármálaráðuneytisins sem að vinnur að verkefnum sem ganga þvert á ríkið. Og leið og þetta gerðist þá fluttist málefni upplýsingasamfélagsins sem þá hét yfir til fjármálaráðuneytisins. Þannig að þá var í fyrsta skipti í mörg ár komið á eina hendi bæði stefnumótun og framkvæmd verkefna. Og með því teljum við að við getum sett meiri kraft í þessa hluti hjá ríkinu. Við höfum sett okkur ákveðin markmið sem við ætlum að vinna að í upphafi og þær áherslur sem við viljum leggja á næsta ári má eiginlega skipta í þessar þrjá strauma sem við sjáum hérna. Þrjú þemu. Efsta þema að gera þjónustuna aðgengilega á miðlægu þjónustugáttunni Ísland.is, auka sjálfsafgreiðslu, þannig að fólk geti farið þar inn og afgreitt sig sjálft. Það geti nálgast gögn sín eða gögn sem að hið opinbera hefur það og séð hvaða gögn við geymum. Og í öðru lagi, miðjustraumurinn kannski undirlagi til að gera þessa þjónustu, gera okkur kleift að veita þessa þjónustu. Þar erum við að innleiða þetta gagnaflutningslag, strauminn, eða X-Road, sem að við höfum raunveru tekið upp af Eistum og Finnum. Straumurinn gagnaflutningslag sem var þróað í Eistlandi upp úr árinu 2002 og þegar að Finnar koma inn í það samstarf upp úr árinu 2010 eða 12 að þá þetta orðið mun aðgengilegri þjónustu og byggt á opnum hugbúnaði sem okkur Íslendingum gefst kostur á að nýta og raun og veru hverjum sem Stofnanir ríkisins
segja að það séu kannski 160-70 stofnanir sem eru með einhvers konar tæknilega innvið. Og við byggum við það að tæknistefnur voru næstu því jafnmargar. Og þess vegna var nauðsynlegt hjá okkur að samræma þann tækniarkitektúr þannig að stofnanir ríkisins hefðu sömu viðmið þegar kæmi að upplýsingatækni. Þannig að þegar við erum að innleiða ný kerfi eða breyta kerfum, að þá séum við með sömu viðmið. Og neðst svo aukið samstarf og samrekstur sem hefur bara í raun og veru með það að gera að ríki nýti kaupkraft sinn til þess að kaupa inn þjónustu, hafa útboð í nafni ríkisins í heild heldur en hverja stofnana fyrir sig. Og þarna nú sennilega stærst og komið lengst innleiðingin á Microsoft 365 fyrir ríkisstofnanir. En við erum líka að undirbúa útboð á tölvusölum. Við erum sennilega með 80 tölvusali hjá ríkinu, 370-80 tölvuskápa og það alveg ljóst að við viljum komast úr þeirri stöðu. Það sem við ætlum að tala í dag eru hins vegar miðlæga þjónustugáttin og sjálfsafgreiðslan og straumurinn. Það er það sem að útboðið okkar gengur út á og við höfum sett í lofti núna. Þannig að leið og ég býð ykkur aftur velkomin, þá ætla ég að biðja að Jónatan Arnar sem að fer fyrst yfir svona heildararkitektúrin og nálgunin á þessu og svo mun Bjarni Júlíusson sem hefur verið okkar ráðgjafi í útboðinu fara yfir útboðið sjálft og Ríkiskaup mun styðja við sem sagt, þá kynningu varðandi lagalega hlið málsins. Það svona ekki gert ráð fyrir því á svona fundi að við tökum við spurningum úr sal, hins vegar bendum við ykkur á að senda inn spurningar í gegnum útboðsgáttina. Þannig að allir sitji við sama borð þegar kemur þessu. Þá munum við svara þeim spurningum og þær munum birtast öllum. En Jónatan Arnar, vertu komdu upp á haltu áfram. Takk fyrir. Já, góðan daginn. Ég heiti Jónatan Arnar og verkefnastjóri hjá Stafrun Íslandi. Ég ætla að segja ykkur svona stuttlega frá því hvað við ætlum að búa til í kringum miðlæga þjónustugátt og hvernig teymi Byrgja koma að þeirri vinnu. Eins segi ég stuttlega frá tæknistefnu Ísland.is sem var gefin út í nóvember, drög að henni, sem var semst liður að undirbúningi fyrir þetta útboð. Hér sjáum við grófa mynd af hugsunin á bakvið Ísland.is. Ísland.is og Stafrænt Ísland þessi miðja, þar sem þverfagleg teymi Byrgja þróa opinn og frjálsan hugbúnað í samvinnu við Stafrænt Ísland og sem stuðlar að samrændu viðmóti og samnýtingu lausna. Vinstra megin sjáum við svo ráðuneyti og stofnanir og þar erum við ekki að taka hlutverk af þeim varðandi innri kerfi, kortlækningu á verkefnum innanhús eða gagnagrunna, rekstrakerfi, málakerfi og svo framvegis. Það verður áfram í ráðuneytum og stofnunum en Ísland.is verður þessi framendi fyrir þjónustu til almennings og fyrirtækja. Við viljum leggja áherslur á vefþjónustur frá stofnunum og ef við horfum hægra megin á myndina þá sjáum við einstaklinga og fyrirtæki sem sækja þjónustuna inn á Ísland.is með rafrænum skilríkjum með öðrum auðkenningarleiðum eftir hvað á við og þar viljum við að einstaklingar og fyrirtæki geta afgreitt erindi sín við hið opinbera, nálgast upplýsingar þjónustu og fengi yfirlit gögn og stöðu sinna erinda. Ef við skiptum þessu í 3 liði þá erum við að tala upplýsingagátt þar sem markmið að einfalda aðgengi að þjónustu ríkisins á einum stað með áreiðanlegum upplýsingum sem auðvelt að finna og sem veitir notendum skýrar upplýsingar. Frá upplýsingagáttinni síðan beint yfir í sjálfsafgreiðslu þar sem við erum að leggja mikla áherslu á að auka þjónustu sem þú getur alfarið afgreitt á vefnum. Við viljum útrýma PDF-skjölum og lágmarka pappírsnotkun. Inn á mínum síðum gefst svo notendum tækifæri á að skrá sig inn, þessi innskráð upplifun notendans, þar sem aðgangur á gögnum og yfirlit yfir þjónustu sem notandi nýtir sér.
Ég fer aðeins nánar í þetta, en upplýsingagáttin, semst fyrsti kassinn hérna, við erum að sjá fyrir okkur vefkerfi sem býður stofnunum að nota Ísland.is fyrir sína upplýsingagjöf og aðgang að þjónustum. Og þetta verður að sjálfsögðu ekki unnið á einum degi og við sjáum fyrir okkur að vinna þetta í einhvers konar skrefum. Til að byrja með var hægt að vísa í núverandi vefstofnana frá Ísland.is. Við myndum vilja leggja áherslu á samræma leiðakerfi og útlit við nýtt Ísland.is og við viljum einnig að þessi möguleiki að efni og þjónusta færist yfir á Ísland.is eða eftir þörfum. Allt efni þjónustu á einum stað óháð stofnun. Við viljum að öll ný virkni sé skrifuð beint á Ísland.is þegar það er mögulegt. Sjálfsafgreiðsla sem snýr að í rauninni því að fyrirtæki og notendur geti afgreitt sig alfarið á vefnum. Þar erum við að horfa á 3 leiðir í dag. Við erum með leið A og B fyrir hendi þar sem A er í rauninni og erum að vinna verkefni sem snúa því að taka eyðublöð og nota rafræna undirskrift á vefnum í þægilegu umhverfi. Við erum einnig með aðra lausnir sem bjóða upp á einfaldari sjálfvirk ferli sem tala við pósthól Ísland.is. En leiður C er síðan það sem snýr að útboðinu sem eru farið nánar í hérna eftir að það er að fá inn þverfagleg teymi frá byrgjum og taka feril frá A til Ö þar sem hugsað notendan. Og já, eins og ég segi, þetta er liður 2 í því sem snýr að útboðinu. Svo erum við með mína síður og þar getum við gert mun betur. Við getum búið til hérna kerfi þar sem er innskráð upplifun notendans, birt gögn frá stofnunum og þar erum við að sjá fyrir okkur ýmsa gagnabirtingu fyrir almenning og fyrirtæki. Við viljum að það sé hægt að sækja gögn, til dæmis hægt að nálgast beint prófskírteini sín, starfsréttindi, sakaskrána sín og svo framvegis. Við viljum að það sé yfirlit erinda inn á mínum síðum Ísland.is, þar sem tengir þið við sjálfsafgreiðsluna, hver stað umsókna er og ef þú þarft að endurnýja eða slíkt. Og svo erum við með pósthól Ísland.is sem er hægt að nota fyrir bréfsendingar og tilkynningar til stofnana. Það er nú þegar til staðar. Stofnanir geta komið sínum gögnum sem eiga erindi við almenning og fyrirtæki. Það snýr alltaf að því sem að tengir hið opinbera við almenning og fyrirtæki og geta birt það inn á mínum síðum Ísland.is. Hér er svo dæmi þjónustur, svo við aðeins getum rammað þetta inn hvað gæti átt heima á miðlæri þjónustugátt. Sumt af þessu er hafið í undirbúningi og annað er hluti af útboðinu. Þarna erum við að tala stór ferli eins og fæðingarorlof, ökuskírteini, vegabréf, neyðarvegabréf, atvinnuleysisbætur og ýmiss konar rekstrarleyfi. Hér koma svo teymishugsunin inn og við trúum því að við getum hreyft okkur hraðar og gert hlutina betur með þverfaglegum teymum og þar höfum við skipt þessu í 3 gerðir teyma sem munu leiða þróun Ísland.is í samvinnu starfsmanna verkkaupa. Myndin sýnir ekki allt en við leggjum jafnframt áherslu á að styrkja utanumhaldi og stjórn okkar megin ásamt því að tengja alltaf helstu hagsmunaaðila við hvert verkefni. Ef ég fer stuttlega yfir teymin, vefteymið sem sér framþróun Ísland.is, innri og ytri vef sem ég talaði áðan og þar erum við að tala samræmt útlit og með hönnunarkerfi og þar sem getum nýtt endurnýtanlegar viðmótseiningar og við viljum einnig notast í sameiginlegan efnisgrunn fyrir Ísland.is sem hægt að veita aðganga til stofnana. Vefþjónustuteymi er einhvers konar partur af innviðateymi hjá okkur þar sem við viljum leggja áherslu á að stofnanir auki framboð í vefþjónustur og viljum efla vefþjónustur og í samhliða því að tengja strauminn sem er gagna flutningslag búna vefþjónustur sem eykur öryggi gagna. Svo erum við með sjálfsafgreiðsluteymi og þar eru mörg ferli eins og ég sýndi á glæruna undan og mörg stærri ferli sem við viljum taka fyrir eitt í einu eða fleiri í einu ef að gefst kostur á því. Og
við sjáum fyrir okkur að við geta fjölgað þessum teymum og fengið með okkur metnaðarfulla birgja sem vilja gera þjónustu hið opinbera betri. Þannig að þarna kemum við í rauninni inn á útboði þar sem að hvert teymi fyrir sig eða hringur, alltaf 18 teymi geta orðið hluti af þessu verkefni. Og að lokum langar mig að segja nokkur orð um tæknistefnu Ísland.is þar sem það hluti af þessu útboði. En sko, tæknistefna Ísland.is tekur utan alla nýþróun af efnum Ísland.is eða miðlar og þjónustugátt. Og það kannski gott að undirstrika það að við erum alltaf að tala um vefinn og vefkerfið Ísland.is þegar kemur á tæknistefnu Ísland.is. Eins og Einar Birkir nefndi áðan þá annað verkefni sem tekur á tækniarkitektur ríkisins í heild og þar erum við farin að tala inn á gagnagrunna og bakvinnslu hjá stofnunum. Og tæknistekkur skilgreindur í þessari tæknistefnu og það var gert sem lið af þessu útboði og þar erum við að tala um hæfni sem teymið þurfa að uppfylla. Megináherslur í þróun eru einnig skilgreindar fyrir þá sem koma til með að þróa miðlæga þjónustugátt. Við leggjum áherslu á notendamiðaða hönnun í stefnunni, aðgengismál, öryggismál, stöðugt rekstrarumhverfi og að hugbúnaður sem smíðaður sé frjáls og opinn. En tæknistefnan, eða drög að tæknistefnunni verður unnin áfram og í samvinnu við Birgja. Við töldum gott að koma út með þetta fyrir útboðið og það var líka ýmislegt sem í rauninni neyddi okkur til þess að skilgreina hluti áður en við færum í slíkt útboð. En aftur þetta verður gert í góðu samstarfi við Birgja og unnið og þróa áfram. En það sem kannski styrkurinn við þetta að það verður framkvæmt samhliða stefnu og þannig trúi ég að stefnur geti orðið að veruleika. Þetta nánar í viðauka 1 í útboði og á Stafræns Íslands. Við hvetjum ykkur til að kynna ykkur tæknistefnuna. Annars þakka ég fyrir mig og býð Hafdísi Völu velkomna frá Ríkiskaupum. Takk. Já, sæl, ég heiti Hafdís Vala og verkefnastjóri hjá Ríkiskaupum og kem að þessu verkefni fyrir hönd Ríkiskaupa. Flest ykkar, ef ekki öll sem boðuðu þáttöku ykkar, kom ykkar hér í dag, fengu póst frá mér. Þannig að þeir eru allar með tengilega upplýsingarnar fyrir hönd Ríkiskaupa. En mér langaði bara að nefna þess sem það var búið að koma að því áðan að það verða engar spurningar svarað hér en endilega að koma með spurningar í gegnum Tensen. Þeir sem eru búin að sækja útboðsgögnin eru væntanlega þá komnir með aðganginn í Tensen og allar spurningar fara þar í gegn og svarað þar. Það mætingalisti hérna, ég ætla að biðja ykkur um að setja nafnið ykkar á hann. Að öðru held ég að þetta sé svona nokkuð til komið. Við reyndum náttúrulega í útboðslýsingunni að koma öllu skýrt frá okkur þar en vafalaust vakna ykkur spurningar, þannig að endilega notið Tensen fyrir það. Takk fyrir. Já, ég heiti Bjarni Júlíusson og ég hef verið að aðstoða við skilgreiningu og undirbúning þessa útboðs. Við langar fyrst til að segja mikið ofboðslega gaman að sjá þennan föngulega hóp hérna. Ég held ég hafi aldrei tekið þátt í lýsingu á útboði þar sem að jafn mikill áhugi hefur verið sýndur af væntanlegum þáttakendum. Einar fór ágætlega yfir stefnu ríkisstjórnarinnar og markmið hennar. Jónatan sagði okkur frá þeim verkefnum sem við, eða heldur þið, ætlið að vinna. Hafdís sagði okkur hvað við megum gera og hvað við megum ekki gera í þessu formlega ferli sem að hefjast núna.
Og ég ætla aðeins sjálfur að fara yfir útboðsskilgreininguna sjálfa. Ítrekum enn og aftur, engum spurningum svarað hér. Útboðsgögnin eru býsna viðamikil og við hvetjum ykkur til þess að lesa þau vel og vandlega. Minnum á það að tilboðsfresturinn til 15. janúar á hádegi, þá þarf að vera búið að skila tilboðum. Við hvetjum ykkur til að senda inn spurningar og jafnvel athugasemdir, alveg eins og ykkur listir. Við ætlum að, þið verða að vera búin að senda inn fyrir 5. janúar, þá lýkur fyrirspurnarfresti og okkur ber að vera búin að svara öllu fyrir 8. janúar, en við munum reyna að svara öllum spurningum svona on the fly. Þannig að leið og spurningar koma verður reynt að svara þeim samstundis eða sem allra fyrst. Við tökum okkur þó frí yfir þessa 2-3 daga sem verður í næstu viku. Agile, tölvunafræðin hefur reynt við alls konar aðferðafræði við hugbúnaðargerð og núna síðust árin þá hefur orðið einhvers konar sátt þessa aðferðafræði og við munum leggja gríðarlega áherslu á að þáttakendur hafi tileinkað sér hana og hafi reynslu í henni og verkin verði unnin svona. Þar sem að verkefnið stórt, koma því eftir, þetta 40 til 60.000 tíma verkefni, að þá þjónustan eða innkaupin öllu heldur útboðsskyld og þess vegna þessi leið farin. Við vitum hins vegar ekki, Jónatan kynnti þarna aragrúa verkefnum. Við vitum ekki nákvæmlega í dag hversu mörg verkefni verða framkvæmd, í hvaða röð, hvernig þau koma inn eða hvenær. Og það liggur ekki fyrirfram föst lýsing á öllum þessum verkefnum eða öllum þessum tímum. Það mun pínlítið gerast á samningstímanum. Við vitum hins vegar að það liggja þegar fyrir nokkur verkefni og það mikill áhugi verkkaupa megin hjá stofnunum ríkisins að taka þátt í þessu stóra máli. Jónatan lýsti teimunum vel og það ekki hægt að leggja nógu mikla áherslu á það hvað teimin eru mikilvæg. Teimin eru þetta verkefni og það að ná sem best út úr ykkur, sem bestum teimum frá ykkur, það lykillinn að árangri í verkefninu. Og þetta samningur samvinnu, því það verður mikil samvinna, jafnvel milli teima, samvinna verkkaupa á milli og samvinna verkkaupana við teimin sjálf. Í sjálfu sér ekki að hafa mörg orð þetta, en þróunin á þessari miðlægu þjónustugátt verður í gegnum Ísland.is, það þekkja flestir, og markmiðið að það sé hægt að nálgast allar upplýsingar og alla þjónustu í gegnum þessa einu gátt. Og að við sem Íslendingar getum afgreitt okkur á einum stað á vefnum og haft þar aðgang öllu okkur, öllum okkar gögnum og svo framvegis. Og teimin, það verður boðið út í formi opinnar samkeppni, þar sem að teimin verða metin út frá gæðum, reynslu og verði. Og því lýst nokkuð ítarlega í gögnunum hvernig matsaðferðin verður framkvæmd. Það verða þessar 3 gerðir af teimum sem við bjóðum út. Við viljum fá sjálfsafgreiðsluteimi, vefþjónustuteimi og vefteimi og það, ég held þið sem eru að ljósmynda þessar frábæru glærur, ég held að þið verði dreift rafrænt. Við getum ekki verið þekkt fyrir það að dreifa þeim á ljósmynduð og prentuðu formi, þetta verður sett á útboðsvefinn. Þannig að þetta ekki hægt að mynda. Það verða þessar 3 gerðir af teimum. Þau verða misstór og mjög misjafnlega uppbyggð, en það verður, og því ég lýsti í gögnunum, að það verður ákveðin slaki með hvað við getum stækkað teimi, sameinað teimi og svo framvegis. Við gerum ríkar kröfur til bjóðanda. Okkur einfaldlega ber að gera það samkvæmt lögum. Við gerum kröfur reynslu fyrirtækjana sem að baki teimunum standa. Við gerum kröfur þekkingu fyrirtækjana sem á starfsmannateimana. Við gerum kröfur fjárhagslegt bolmagn fyrirtækjana og við gerum kröfur stærð. En við viljum alls ekki útiloka smærri og ný fyrirtæki frá þáttöku þó við gerum kröfur stærð og bakgrunn. Þannig að við gefum kost á því að smærri bjóðendur
geta tekið sér saman og mynda svona heildstætt plattform til þess að taka þátt í þessu verkefni. Nú það eru samt ákveðnir þröskuldar sem allir verða að uppfylla til að fá að vera með og þeir eru þessi klassísku í skilum, opinber gjöld og svo framvegis, ákveðin fjárhagslegu styrkur. Við viljum að aðilarnir sem að þessu koma hafi upplýsingaöryggiskerfi og GDPR-dótið allt á tæru og þessi agile þekking og reynsla við leggjum gríðarlegar kröfur upp úr þessari aðferðafræði og svo þetta starfsmenn teimana þeir hafi þessa þekkingu. Nú, teimin, við gerum mismunandi kröfur til teimana eftir eðli þeirra eins og áðan var lýst. Mismunandi hæfiskröfur til starfsmanna, mismunandi fjöldakröfur og svo framvegis. Ég nefndi það áðan að verkefnin kunna verða þannig að í einhverjum tilvikum viljum við sameina teimi eða stækka þau eða fá teimi frá mismunandi aðilum til þess að vinna verkefnunum með okkur og við leggjum áherslu á það líka að í sömum tilvikum munum við krefjast þess að verkin verði unnin hjá verkkaupa á starfsstöðu verkkaupa. Nú, hvert er umfang þessa samnings? Eins og áður var sagt, þá vitum við það ekki fullkomlega, en við teljum að á samningstíma gætu verkefnin verið þetta 40 til 60.000 tímar, manntímar alls. Samningurinn er væntanlega til 2 ára, en það eru alltaf einhverjir fyrirvarar og við gerum fyrirvara að það takist að fjármagna verkefnið að fullu. Það skal þó sagt að fjármögnun næsta árs liggur fyrir, þannig að þetta er ekkert út í loftið. En samningurinn getur ekki orðið mikið stærra en þetta. Lukkist þetta vel, þá þarf að bjóða út að nýju. Nú, það verður samið við alltaf 18 teimi. Það eru 3 típur af teimum og það verður samið við alltaf 6 teimi af hverri gerð. Og við settum inn klásúlu, það verður samið við að hámarki 2 teimi frá sama aðilanum. Ef að stóra aðili gerir tilboð með mörgum teimum, þá er 2 teimi max. Við viljum fá sem mesta breidd í þetta verkefni. Þannig að hámarksfjöldi teima getur orðið alltaf 18 og þið sáuð áðan tölurnar eða stærðin á teimunum, 4-5 að meðaltali. Þannig að það er svona tæplega 100 manns og þessi salur er hvað? Þannig að þetta þið. Valið, það er bara ákveðið vallíkan sem er lýst nokkuð ítarlega í gögnunum og öll teimi þau fara í gegnum allan þennan prósess og það verður reiknuð út fyrir hvert einasta teimi ákveðin heildareinkunn. Heildareinkunnin eða lokaeinkunn teimisins byggir á þrennu, hún byggir á gæðum eða gæðaeinkunn sem vigtar 15%, hún byggir á kostnaði eða verði sem vigtar 30% og teimum verður falið að spreyta sig og leysa verkefni sem tengjast eðli eða gerð teimisins og halda kynningu sem tengist hinnu sama. Og þetta vigtar lungan úr einkunni 55%. Þar á notkunardæmið rúman 35% og kynningin 20%. Út úr þessu kemur ein einkunn og sá sem er með hæðstu einkunnina, hann verður valinn fyrst. Hérna lítið dæmi. Þetta eru tilboðin sem við væntum að fá í sjálfsafgreiðslu teimið. Það kemur tilboð frá gula teiminu, einkunn 8,33 og græna teiminu 8,14 og svo framvegis. Og við munum þá gera samning við efstu 6 teimin, gula, græna, rauða, bláa, hvíta og svarta. Þetta eru þeir aðilar sem verða valdir til þess að taka þátt í samningnum. Því miður þá slapp hvorki bleika, gráa, nýja litlausa teimið inn. Og hérna, ég veit að það er nú gamlir tölvunarfræðingar hérna út í sal sem einhverju þeirra hef ég kennt. Og hérna, og hérna, ég gat ekki gert ykkur það að setja græna teimið efst, gamla ADA-hugsunin. Já, þetta var lélegur tölvunarfræðibroddur. En alltaf 6 teimi segi ég í hverjum flokki. Við gerum þar fyrirvara að ef að einkunn 5. og 7. teimisins er mjög
lág, þá eigum við þann kost að geta þá valið 4 eða 5 og sleppt í 7. ef svo bæri undir. Nú, hér er búið að velja inn 6 sjálfsafgreiðsluteymi og takið eftir því að ég hef aldrei talað um fyrirtæki. Ég hef bara talað um teymi. Við töluðum um það að teymið væri allt. Og hér eru 6 sjálfsafgreiðsluteymi sem við höfum valið og svo kemur fyrsta sjálfsafgreiðsluverkefnið upp. Mér minnir að það hefði verið komið fram í gögnum og það sé Fæðingarorlofssjóður. Já. Þannig að þá verður gula teyminu falið að leysa það verkefni. Þeir eru efsta teymið með bestu einkunnum og þeir eru lausir. Svo líður á og hugsanlega er gula teymið upptekið og græna teymið upptekið og það kemur verkefni og þá fer þetta rauða teymið í það og svo framvegis. Nú, þetta er svo kallað raðaður rammasamningur. Við röðum teymunum upp í þessa gæða eða einkunnarröð og notum þau eða vinnum með þeim í þeirri röð, eins og ég lýsti áðan. Það er svona ákveðin sanngirni samt af því að það kann að vera að þegar það kom að rauðateyminu, að þá væri rauðateymið upptekið í einhverju öðru verkefni fyrir einhvern annan aðila, að þá gefum við fólki kost af því að segja einu sinni pass. Við komumst ekki núna, þá bara þetta næsti gang. Og þá er þið farið í teymið sem var það fyrir neðan. En þetta er ekki alveg búið, við þurfum að flækja þetta aðeins meira. Þegar að verkefninu er lokið, að þá er sérstakt svona skilamat sem er framkvæmt, þar sem að verkið er gert upp, hvernig tókst til. Ef teyminu tókst vel til, þá kann, og fær hátt skilamat, þá hækkar þeirra einhvern. Það er prófísun fyrir því að taka þá inn, að þeim gekk frábærlega, þá hækka lokaeinhverjum. Og þetta virkar í báðar áttir. Ef teymið bara stóð sér ekki nægjanlega vel, þá gæti það alltaf hættu að einhvern þeirra lækkar. Þannig er reynt að halda þessu lifandi og þetta er svona ákveðin darwinismi, the survival of the fittest. Þannig að bestu teymin þau skora þá ofar og þá er þá jafnan oftar samið við þá eða oftar sótt til þeirra. En það er ekki bara þessi röðun sem við ætlum að velja eftir. Það kann að vera að upp komi öðruvísi verkefni, stór verkefni, flókin verkefni og þá vill verkkaupi geta átt þann kost að láta fara fram sérstakt örútboð innan rammasamningsins, örútboð fyrir sjálfsafgreiðsluteymi og þá er einungis þeim 6 teymum sem að búið er að gera samning við, gefin kostur og taka þátt í slíku örútboði og þetta er stuttur prósess, 10 daga prósess, eitthvað svoleiðis, þar sem að þið fáið verkefni og þið gerir tilboð stórt verkefni þá getur menn boðið lægri kostnað og svo framvegis, við vitum það ekki, en það er sem sé möguleiki á því að velja inn í verkefni með örútboðum líka. Samningurinn, ég held ég sem búin að segja margt af þessu, við vonumst til að klára þetta í febrúar næsta ári og þá tæki samningur gildi í 24 mánuði. Hann er uppsæðanlegur með 3 mánaða fyrirvara fyrst eftir 9 mánuði. Það er búið að tryggja ákveðna fjármögnun eins og við sögðum. Það kann að vera að það takist ekki að fjármagna þetta út tímabilið. Það kann líka vera að þessi metnaðarfulla aðferðafræði okkar gangi ekki og þá eiga báðir aðilar kost á því að segja upp samningi en þó aldrei fyrir 9 mánuðum liðnum. Við bendum líka á, þetta kemur skýrt fram í gögnunum, að samningsaðilum er ekki sjálfkrafa tryggð þáttaka í verkefni. Við erum komin inn og svo er valið inn í verkefnin sjálf á þennan máta sem ég lýsti áðan. Nú, það kemur líka fram í gögnunum að verkkaupi á allan hugbúnaðinn sem verður til, hann á allar lausnir sem verða til og allar lýsingar og allar afurðir og svo framvegis. Og verkkaupa er heimilt að nýta þetta í hverju þeim tilgangi sem hann kýs og jafnvel gefa þetta út sem svona open source software. Þáttakendum er bent á þetta, það er að segja þennan nýtingarétt verkkaupans, að hann nær til alls sem verður til í próféttinu. Þar með talið lausnum ykkar á notkunardæmunum að það er partur af þessu og það er eitthvað sem við kynnum að vilja eiga og publisera. Við vildum bara vekja athygli ykkar á þessu. Loks ávinningur. Svona sjálfum finnst mér þetta að vera ávinningur fyrir alla. Þetta er átak hérna sem að styður við þessa stafvæðingu á opinberri þjónustu eins og Einar og Jónatan lýstu svo vel.
Það er ávinningur af frjálsum og opnum hugbúnaði að mati margra, flestra og kannski allra. Þetta nýtist öllum í þessum geira, öllum ríkisstofnunum, öllum ráðuneytum og svo framvegis. Og hér er verið að einfalda málin, hér er verið að framkvæma eitt útboð. Einfaldar og ódýrara heldur en að bjóða út fyrir hvert einasta verkefni sem kynni að dúkka upp á næstu 2 árum. Eitt stórt útboð og þannig er hægt að fá sem sé hæfa aðila inn með tiltölulega litlum fyrirvara. Það er skuldbinding, hellingsskuldbinding í þessu af hálfu verkkaupanna, þó með þeim fyrirvörum sem framkoma í gögnunum. Mér finnst það mikill kostur að hér er öllum gefinn kostur á að taka þátt, stórum sem smáum, nýjum sem gömlum. Og það er kostur líka með þessari aðferðafræði þá ráðum við stórverkefni sem smáverkefni, við getum dregið saman fjölda af teimum, við getum verið eitt teimi. Mér finnst þetta sjálfum einstaklega spennandi tækifæri fyrir hugbúnaðariðnaðinn á Íslandi og fyrir ríkisstofnanir, ráðuneyti og alla sem að þessum markaði koma. Takk fyrir.